Ég heiti Örlygur Hnefill Örlygsson, ég forstöðumaður Húsavíkurstofu, ég safnstjóri í Eurovision safninu á Húsavík og ég starfa sem framleiðandi og meðeigandi í 2 litlum en vaxandi framleiðslufyrirtækjum. Við hér á Húsavík finnum ennþá gríðarlega sterkt áhrif Eurovision myndarinnar. Þetta búið að hafa mikil áhrif á ferðamennsku, auðvitað bara mjög margir sem leggja leið sína til Húsavíkur gagngert út af þessari mynd. Og það sem þetta við gert, bæði hefur þetta aukið fjölda þeirra sem koma til Húsavíkur, en það sem hefur líka gerst að við erum að fá bara skemmtilegra fólk. Þegar myndin kom út, þá fannst okkur mikilvægt að væri eitthvað hér á staðnum þar sem fólk geti komið og upplifað áframhald sögunar og þannig var til þessi hugmynd að búa til Eurovision safn á Húsavík. Þegar að koma svona stór framleiðsluverkefni, þá mikilvægt að undirbúa vel bara næstu skref og vita hvert þú ætlar að fara til að ná sem mestum árangri út úr verkefninu. Kvikmyndagerð og ferðaþjónusta mikilvægar stoðgreinar hvor annarar og svona stór kvikmyndaverkefni þau besta kynning sem áfangastaði getur fengið. Við sáum það dagana eftir að myndin kemur út að þá gríðarlegu aukning í því hvað fólk að googla Húsavík og eitt af það sem við tókum sérstaklega eftir og var áhugavert fyrir okkur var það að mjög margir voru að leita að Húsavík raunverulega bær. Og það má segja að það var okkar happ svolítið að leikstjóri myndarinnar og aðalleikarinn Will Ferrell, þeir völdu Húsavík og vildu vera hérna. Netflix var ekki tilbúið að fara hingað út af kostnaði, en þeir þurftu að berjast alltaf fyrir því og það gerði það verkum að Húsavík fekk ef til vill bara stærra hlutverk í myndinni. Við vorum auðvitað sérstaklega heppin á Húsavík að staðurinn okkar fekk að vera nánast eins og eina persónu myndarinnar, en við unnum líka mjög mikla og skiplaða vinnu til að gera okkur mestan mat úr þessu. Help Húsavík to get shiny new Oscar! Við fórum að stað með okkar eigin herferð til að reyna að fá Óskarstilnefningu fyrir lagið Húsavík. Við framleiddum myndbönd og settum upp vefsíðu og við skrifuðum bréf til meðlema í akademíunni og við gerðum þetta allt af því við vissum að ef að lagið yrði tilnefnt þá yrði það flutt á Óskarsverðlaununum. Fjölmiðlar allan heim, sérstaklega vestanhafs, gerðu herferðin okkar gríðarlega góð skil. Eftir að Good Morning America, sem stærsti morgunþátturinn í Bandaríkjunum, sýndi eitt af myndböndunum okkar, þá fór boltinn alltaf að rúlla alveg ógurlega hratt. Og á 12 dögum þá fengum við yfir 400 fjölmiðlaumfjallanir. Það var svo 11 dögum fyrir Óskarinn að ég fæði símtal frá höfundum lagsins. Og þá kemst ég að því að flutningur lagsins á Óskarnum í uppnámi. Það sænsk söngkona Molly Sandén sem syngur rödd Sigrid í myndinni. Og hún búsett í Svíþjóð og þetta var í miðjum COVID faraldri og Netflix tókst ekki að fá vísa fyrir hann til að koma til Bandaríkjanna og syngja á Óskarnum. Og Savan spurði mig hreint út, mögulegt að þið geti gert þetta á Húsavík? Og auðvitað verandi alin upp hér með íslenska hugafæri þá bara sagði ég já, við leysum þetta mál. It is a gorgeous day here in Húsavík actually became everyone's hometown in some way. I love this. A year ago, Húsavík was a little known Nominees for Best Original Song all the way from Húsavík, Iceland. Þetta verkefni sem við fáum sér í framhaldinu að framleiða þetta myndband fyrir Óskarinn ásamt True North, þetta var auðvitað eitt af stærsta sem við fengið að gera hér á Húsavík. Þetta var rosalega skemmtilegt verkefni, við vorum að vinna þarna í miklum kulda, klæddum stelpunnar í kórnum í loppeysur, það var bæði praktískt og til þess að vekja athygli á íslensku ullinni. Við fengum True North í lið með okkur og við höfðum 4 daga til að framleiða þetta myndband og þó að Húsavík hafi ekki unnið Óskarinn sjálfan, þá sigraði lagið hjörtu fólks út allan heim og það var meira svoleiðis að atriðið var kosið besti flutningurinn af tónlistaratriðinum á Óskarnum. Þetta var auðvitað ótrúlegt samfélagsverkefni og við í þessa 4 daga sem við hefðum til að undirbúa þessa upptöku, það voru allir í samfélaginu boðnir og búnir til að vinna saman að þessu. Þetta var stórt átak og þetta var gríðarlega stór landkynning og þetta sá máttur sem kvikmyndin hefur.
You want the world. All the need. Við erum að veðja á þetta því að við höfum trú á því að þessi grein sé vaxandi og við finnum það líka svo sterkt hjá stjórnvöldum núna. Við finnum bara hvernig menningarráðuneytið er að stíga inn í þessi mál, veðja á kvikmyndagerð og skapandi greinar. Í dag erum við 3 í þessari uppbyggingu, ég, Jóhanna Ásdís Baldursdóttir kona mín og Ingimar Björn Davíðsson. Ingimar er nýkominn frá Bandaríkjunum, búinn að vera þar í 6 ár og kemur tilbaka með gríðarlega reynslu og reyndar Emmy-verðlaun í farteskinu. Okkur hefur gengið bara ótrúlega vel að fá verkefni undanfarið og við hefum verið að vinna mikið að streymingum, svolítið að vinna með erlendu fjölmiðlum sem eru að koma til landsins. Við ætlum okkur að vaxa, við ætlum okkur að byggja upp og við ætlum að gera þetta þannig að kvikmyndagerð og dagskrárgerð geti verið raunverulegur valkostur í störfum fyrir fólk út á landi. Við vitum þá á Húsavík hver máttur kvikmyndarinnar er og það er svona sérstaklega ánægilegt að sjá bara hvað stjórnvöld er að tryggja og auka veg kvikmyndagerðar hér á landi. Við höfum náttúrulega bara séð það seinustu ár hvernig menningarráðherra hefur búin að vera að stíga inn í ákveðin mál, varðandi það að auka möguleika á framleiðsluverkefnum hér á landi, varðandi það að verja íslensku tunguna í kvikmyndum. Þetta er allt saman mjög mikilvæg verkefni. Við erum lítil þjóð, við erum gestrisinn, við tökum vel á móti fólki og við leysum málin. Það orðspor, það er að hjálpa okkur mikið í því að fá fleiri verkefni til landsins.